með mig. Já, góða kvöldið og verið velkomin hérna á fjarkynningu uppbyggingarsjóðinn með áherslu á menningarmál. Við ættum að vera komin í loftið núna, ætla svona aðeins að fá það staðfest. Já, og við eigum að vera komin núna í loftið. Jú, allt að ganga eins og það á að vera. Og já, þá ætla ég bara svona formlega að byrja þetta kvöld hjá okkur og ég ætla svona aðeins að segja frá því hvað það sem við ætlum að gera hérna eftir. Ég hérna niður á skrifstofu SSVAF hér í Borgarnesi, niður á Björnabraut 8 og hún Svala hérna með mér svona til hals og traust en hún að sjá líka uppbyggingarsjóðinn. Það mikil spenna hérna á skrifstofunni þegar svona fer af stað. Þetta svona vertíð þegar allar umsóknir fara að koma inn og allar fyrirspurnir verkefni og það bara mjög spennandi. En ég ætla ekki að vera með þetta mjög langt í kvöld. Við byrjum á því að vera með svona litla svona kynningu uppbyggingarsjóðinn og svo fer ég yfir í það að taka á móti spurningum og þið sendið inn spurningar bara með því að setja þær í komment hérna undir beinútsendingunni hérna á síðunni hjá á Facebook síðunni hjá SSVAF. En já, það kannski eftir neina að bíða þannig að ég ætla að vinda okkur yfir í kynninguna sjálfa og við setjum hana svona og nú ættu allir að sjá hérna kynninguna sem hérna á vegum Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi og svo sóknaráætlun Vesturlands. En ég ætla að byrja á því að ræða svona aðeins hvað sóknaráætlun Vesturlands er. Sóknaráætlun Vesturlands var gefin út núna, ný á sóknaráætlun var samþykkt núna í ár, árið 2020 og hún í gildi til ársins 2024. Og sóknaráætlunin í rauninni stefnumótun fyrir Vesturland sem landshluta og í henni eru kaflar eins og menningarmál og atvinnu og nýsköpun, velferð og umhverfismál, svo eitthvað sé nefnt. Hún unnin út frá heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna, þannig rauninni hún hluti af þessu stóra heimsþorpi sem við búum hérna á þessari kúlu og ekki veitir af á þessum síðustu vestu, það ekki. En við úthlutun úr uppbyggingarsjóði þá litið til sóknaráætlun Vesturlands og verið að athuga hvort að verkefnin sem að sækja hvort að þau falla að þeim aðgerðum og markmiðum sem koma fram í sóknaráætluninni. Þannig að við mælum fastlega með því að fólk skoði vel sóknaráætlun en hún aðgengileg á heimasíðun okkar sem ssvaf.is og það takki sem stendur á sóknaráætlun. Og þið þekkið náttúrulega logoið, sem bara elti það. En svo aftur styrkin, sjóðin okkar, uppbyggingarsjóð, hann afsprengi sóknaráætlunar og sjóður náttúrulega kemur úr fjármagni sem kemur úr sóknaráætlun og uppbyggingarsjóðurinn hann skiptist í tvo flokka. Það annars vegar atvinnu og nýsköpunarstyrkir og svo menningarstyrkir. Og svo aftur skiptast menningarstyrkirnir í aðra tvo flokka og það eru þá menningarverkefni og rekstrarstyrkir til menningarverkefna. Og það það sem við að setjum svona dálítið áhersluna hérna í þessari fjarkynningu. En menningarverkefnin, við skulum fjalla svona aðeins þau fyrst til að byrja með, þar öllum frjálst að sækjum. Þannig að það eru einstaklingar, fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök, hvernig sem það En þarna verið að leita eftir sérverkefni með menningarstarfi. Og náttúrulega eins og við veitum þá menning afskaplega breytt hugtak, það getur verið tónleikar, leiksýningar, listsköpun á öllu tagi og það má alveg ekki tali hérna alveg líka við bara í allt kvöld. En það náttúrulega skilyrði að verkefni þarf að hafa sterka vesturlandstengingu. Svo með stofn- og rekstrarstyrkina fyrir menningarverkefni að þar það eingöngu lögaðilar sem eiga sækjum og þá það náttúrulega aðilar sem með kennitölu og svona, það fyrirtæki stofnanir. Og þessi styrkir rekstrarlegs eðlis og svo þarna inni stofnstyrkir en þá verið að hugsa þarna séu stofnuð menningarfélög til reksturs og þá hægt að sækja styrki til þess að stofna þessi menningarfélög. Og í rauninni þetta þá almennur svona rekstrarstyrkur á sviði menningarinnar en þá við að tala að þetta getur verið að styrkja svona starfsemi sérhæðra menningarstofnana. En aftur það eins og með hérna í menningarverkefnum þá þurfa þessi verkefni líka að vera með mjög sterka vesturlandstengingu til að vera tekin til greina. En menningarverkefnin ansi mörg og fjölbreytt
og þau hafa nú verið hérna. Vesturland mikil uppspretta menningar og þarna erum við að sjá svipmyndir af þeim verkefnum sem hafa farið fram á Vesturlandi og hafa fengið styrk úr uppbyggingarsjóði. Það eru fjölmenningarhátíðir, kvikmyndaverkefni, tónlistarverkefni og svona má lengi telja. En vonandi þá höfum við kannski tekist að kveikja í einhverjum hérna í kvöld að fá að sækja og hver eru fyrstu skref. Og við mælum eindregið með að umsækjendur nýti sér þjónustu ráðgjafa sem starfa hjá atvinnu- og menningarráðgjöfinni hjá SSVAF. Ég hérna menningarráðgjafinn og ég aðstoða við menningarverkefnin, en svo eru það 4 aðrir ráðgjafar sem starfa fyrir atvinnu hérna og nýsköpunarráðgjöfinna. Og þessi ráðgjöf hún er þeim að kostnaðarlausu sem hana sækja, svona til að byrja með, minnsta kosti. Svo mæli ég eindregið með því að fólk fari inn á umsóknargáttina og fari svona yfir þær upplýsingar sem óskað eftir. Og til þess að komast inn á gáttina þá farið inn á ssvaf.is og þar er hérna knappur sem uppbyggingarsjóður og þar hægt að lóka sig inn með rafrænum skilríkjum. En ég ætla svona nota tækifæri að minna á það að þeir sem að sækja fyrir félög og félagasamtök að þeir sækja í íslykli með þeirri kennitölu fyrir sín félög. Þá mjög gott að fara yfir verklagsreglunar og sérstaklega að kanna það sem styrkhæft og það líka mjög gagnlegt og eiginlega mjög fróðlegt að kynna sér hvaða verkefni hafa fengið styrki undanfarin ár. Og þá eins og ég var að minnast á þann mjög gott að hugsa hvernig verkefnið eða hugmyndin ykkar getur fallið að markmiðum sóknaráætlunar Vesturlands. Svo í umsóknarferlinu farið fram á kostnaðar- og verkáætlun og sannfærandi áætlanir sem styðja umsóknina til muna. Þannig að það gott að vanda sig þarna. Þá það hugsunin með vinnuframlag og þá það að meta hvað þið setjið margar vinnustundir í verkefnið við skipulagningu og framkvæmd. En uppbyggingarsjóður styrkir 50% af styrkhæfum kostnaði. Og það þarf að koma þá önnur 50% á móti þessum styrkhæfum kostnaði sem mótframlag og þar má rekna vinnuframlag með, sem sagt eigin vinnu. Og svo kannski best að ítreka það að því vandaðri sem umsóknin því eru meiri líkur úthlutun. Þess vegna mæli líka alveg sérstaklega með því að það hægt að vista eða geyma umsóknina inn í umsóknargáttinni og það hægt að hafa samband við okkur ráðgjafana og óska eftir að við kíkjum yfir hana og við getum gert það mjög auðveldlega, við getum stokkið inn í hann inn í kerfinu og skoðað ef að þessi óskað. En þá ætla ég að fara svona kannski yfir umsóknar og matsferlið og segjum svo að það sé búið að senda inn umsókn, umsækjandi sendur inn umsókn og þá fara ráðgjafar og yfir umsóknar og gera samantekt á þeim. Þetta raun bara yfirlit umsókna og við reynum að flokka þetta niður þannig að það fara svona eftir undirflokkum menningar, tónlistarverkefni, leiklistarverkefni og svo framvegis. Og þá best að benda á það að ráðgjafar hafa ekki ákvarðanavald en við erum til ráðgjafar bæði fyrir umsækjendur og líka fyrir nefndirnar sem munu fara yfir umsóknar. Það fagráð sem tekur fyrstu umferð í að fara yfir og fagráðið leggur mat á hvort að umsóknar séu styrkhæfar, hvort það séu sannfærandi, hvort það séu sterkar umsóknir og leggur mat á hversu mikið verkefnið fær í styrkupphæð. Þá haldinn annar fundur, það þá stjórn uppbyggingarsjóðsins, úthlutunarnefnd sem að skoðar mat fagráðsins og það hópurinn sem tekur þá loka ákvörðun hvort að verkefnið fái styrk og hvað það fái mikið í sinn hlut. Þá bréf sent til allra umsækjenda hvort sem að það jákvæð eða neikvæð umsóknin og þeir sem svo heppnir að fá úthlutað að þeim boðið þáttöku á úthlutunarhátíð og við vonum svo sannarlega við getum haldið okkar úthlutunarhátíð í janúar en við vonum það besta. En þá þarf að skrifa undir samning við SSVAF, samstarfssamning greiðslu á styrk og framkvæmd verkefnisins. Styrkir sem veittir undir 500.000 fá helminginn greiddan út strax við undirritun. En styrkir sem hærri en 500.000 þá 1/4 greiddur út við undirritun. Til þess að fá aðrar greiðslur eða lokagreiðslur þá þarf að skila lokaskýrslu og formið að henni aðgengilegt inn á SSVAF. Og hérna sýnisorðna forsíðunni af þess að framundu lokaskýrslu og það forsenda að skila skýrslunni inn til að svo frekari greiðslur af styrk úr uppbyggingarsjóðnum.
og ef að það hærri en 500.000 styrkurinn þá hægt að skila framvinduskýrslu og rauninni það sama eyðublaðið, það þarf bara að haka hérna eins og sjá hérna til hliðar og þá hægt að fá hluta verkefnisins greiddan út, hluta styrksins greiddan út. En það þarf að skila lokaskýrslu þegar verkefni klárast og þá eru eftirstöðurnar greiddar út. Og það forsenda að lokaskýrslan uppfylli kröfur og verkefni sé í samræmi við þá áætlun sem var gerð í umsókninni og að sjálfsögðu að þar fari eftir reglum sjóðsins. Og þá það stóra spurningin, verkefni styrkhæft? Og enn og aftur þá ítreka ég að fólk lesi verklagsúthlutun-reglurnar og svona kanni það hvað að þættirnir sem þeir ætli að sækja séu svo sannarlega styrkhæf og það eins og ég sagði áðan aðgengilega á heimasíðunni okkar og umsækjendur, það mjög gott að umsækjendur svona geri upp við sig hvort að verkefni falli undir menningarmál eða hvort að sé betra að sækja atvinnu en nýsköpunarstyrk. Það þarf að skoða vel að allir kostnaður sem sóttur sé styrkhæfur og þá þarf líka að hugsa það að mótframlagið sé styrkhæft. Og svo ég fari nú svona yfir hvað styrkhæfur kostnaður og laun og launatengd gjöld tengd verkefninu, það vissulega styrkhæft, ferða- og fundakostnaður og rekstrarvörur sem eru taldar nauðsynlega fyrir verkefnið, það styrkhæft. Og sérhæft tæki sem eru nauðsynlega fyrir verkefnið og að lokum aðkeypt þjónusta sem nauðsynleg fyrir verkefnið. Þetta getur oft verið svona alltaf flókið að svona leggja mat á það hvað telst vera nauðsynlegt fyrir verkefnið og oft það mjög hugulegt en það nú eiginlega alltaf þannig þegar verið að tala menningu hvort að það sé hvað rétt og hvað ekki rétt, hvað menning, hvað ekki menning. En nú við komin svona kannski út alltaf heimspekilega umræður. En sjóðurinn styrkir ekki laun sem eru seld á útsöldum taxta og þess vegna reiknum við alltaf með það að tímakaup sé 4.000 krónur og það hérna í laun og launatengd gjöld sem styrkhæft og þá reiknum við með því að það sé 4.000 krónur á tíman sem að fólk á að reikna sér og það mjög mikilvægt og þetta rauninni bara reglur sem eru settar. Sjóðurinn styrkir ekki fé til fjárfestingar í félögum eða fé í fyrirtækjarekstri og almennar rekstrarvörur og tækjakaup, þau eru ekki styrkhæf. Þannig að við erum ekki að styrkja það að fólk sé að kaupa lyklaborð eða eitthvað svoleiðis sem að þykir vera svona frekar almenns eðlis. Og svo það mikilvægt að sjóðurinn styrkir ekki verkefni eða viðburði sem hafi farið fram áður en umsókn skilað. Þannig að við erum alltaf að hugsa til framtíðar hérna. Hópferðalög erlendis, það ekki styrkhæft. Kemur kannski ekki sök akkurat núna en við vonum að ástandið batni. Og svo eru það aðilarnir sem hafa rétt á opinberum styrkjum úr öðrum sjóðum. Að þeir eiga ekki rétt á rekstrarstyrki úr uppbyggingarsjóði. Og þetta gott að hafa í huga fyrir til dæmis stofnanirnar og svona stærri félög sem eru að fá styrki annars staðar frá, opinbera styrki þar að segja. Og svo það framkvæmd á efniskostnaður og svo í nefni sem dæmi ef að það á að byggja upp residensíu eða lissel þá styrkhæft að vera með áætlanagerðina og kannski svona skipulagninguna á lisselinu, það sé styrkhæft en það kannski ekki styrkhæft að skipta parkett eða leggja nýjar vatnslagnir og svoleiðis. Þannig að framkvæmd á efniskostnaður ekki styrkhæfur. Og þá að tala framkvæmd verkefnisins og hvernig svona mun ganga. En þetta þarf alltaf að klára verkefnin og það alltaf reikna með að verkefnið sé framkvæmt á árinu sem að sjóðurinn úthlutar. Þannig að með öðrum orðum þá starfstími sjóðsins 1 ár í senn. En ef verkefnið stærra og það hugsað að þetta sé verkefni sem fleiri en 1 ár í vinnslu og þá mælum við með að það sé sótt ákveðna verkþætti. En það á við þá þegar við erum að tala svona stór og viðamikil verkefni sem að kannski að framkvæmast á nokkrum árum. Úthlutarnefnd hefur heimild til þess að styrkja verkefni til nokkur ára og þá það svona gert svona til framtíðar en það náttúrulega þá eru ströng skilyrði fyrir því að það getur gengið upp. Og lokagreiðsla fer aldrei fram lokaskýrslu sé skilað eins og við talaðum á og verkefni svo sannarlega lokið. En svo getur alltaf komið upp á, við vitum alveg hvernig það að það eitt að gera áætlun og svo annað að framkvæma og aðstæður geta breyst og það hægt, við höfum heimild til þess að fresta verkefnum en þá þarf að sækja það sérstaklega til menningarfulltrúa og að sama skapi
eru breytingar á verkefnum og framkvæmdir heimilar upp að vissu marki og aftur þarf þá að sækja það sérstaklega til okkar. Ef að umsækjandi sér fram á að hann geti ekki klára verkefnið þá það fellt niður og uppbyggingarsjóður getur þá krafist endurgreiðslu á útgreiddu styrkjum og það jafnframt líka hægt ef ákvæði í samningnum hefur ekki verið uppfyllt. Og aftur til að nota tækifærið að við mælum með því að umsækjendur lesi samningin mjög vel og reyna að uppfylla allt sem að þar kemur fram. Og sérstaklega vil ég vekja athygli á því að merki sóknaráætlunar Vesturlands að hún þarf að koma fram í kynningagögnum á vegum verkefnisins og þetta eitthvað sem mjög mikilvægt að verði haldið fram. En á lokum þá það bara þetta basic að skilafrestur umsóknarna 17. nóvember næstkomandi og það til og með deginum 17. nóvember þannig að hafið frest til miðnættis þann dag til þess að klára umsóknarna. Og endilega leitið aðstofar til ráðgjafana á SSVAF í gerð verkefnisins. Ég eins og ég sagði þann þá ég kannski gleymdi að kynna mig, ég heiti Sigursteinn og ég menningarfulltrúi hjá SSVAF en svo erum við með atvinnuráðgjafa sem eru meira en fús til þess að svara spurningum varðar atvinnu- og nýsköpunarverkefni og það eru upplýsingar á heimasíðunni okkar hvernig best að ná í okkur. En já, þá ætla ég bara að vinda mér yfir setja sjálfa mig í mynd. Þarna ég. Og núna ætla ég bara að taka á móti spurningum og ef það eru einhver spurningar en við reynum að svara öllum spurningum bara eins vel og við getum en ef það eru engar spurningar þá tel ég bara það að þetta hafi verið rosalega góð kynning hjá mér og þetta var þá bara afskaplega stutt webinar en endilega svariði. Já, ég sé spurningu íþróttir og tómstundir og spurningin hvað með íþróttir, tómstundir og lýðheilsuverkefni. Þau eru að því miður eru þau alla ekki styrt úr uppbyggingarsjóði því miður. Það eru aðrir sjóðir sem taka fram. Og Sigurður Sigurbjörnsson segir þetta sé virkilega vel framsett og skýrt. Þakka fyrir það, Siggi minn. Hér kemur spurning, of seint að sækja verkefni sem hófust í ágúst og lýkur í desember 2020? Ég myndi halda það myndi ekki fá hljómgrunn hjá úthlutunarnefndinni. En það fer kannski dálítið eftir því hvernig verkefnið sett fram. Ef það einhver lokapunktur á verkefninu sem að fara fram, þá gæti það verið eitthvað sem uppbyggingarsjóður myndi styrkja. En eins og ég segi, þá getur það farið eftir þá fer það eftir eðli verkefnisins. Og eru tvær svona keimlingaspurningar. Það verið að spyrja hvaða sjóðir styrkja lýðheilsuverkefnin. Þetta eru svona, ég hugsa að sé verið að spyrja sama hlutin. Ég verð nú bara að segja það að ég rekinn dálítið að gat með þetta en það eru sjóðir sem eru að styrkja íþróttastarf og ætli sé ekki bara best að fá upplýsingar það til dæmis hjá ungmennafélögunum eða ISI og ég verð bara að viðurkenna það að ég ekki með það alveg á 100% hreinu. Ég náttúrulega alltaf á kafi listinni minna í boltum og hér kemur spurning. Ef samstarfsaðilar ekki með kennitölu heldur einstaklingar þarf maður þá að setja kennitölu hjá hverjum og einum. Þetta mjög góður punktur sem að kom ekki fram í kynningunni að það styrkir mjög umsóknirnar þegar breitt og gott samstarf á milli aðila. Þannig að það eru margir sem koma fram að verkefninu. En það þarf að taka fram að í umsóknarferlinu og það eru þarna gluggar og spurningar sem fara fram að þá þurfa allir að nefna hvert samstarfsaðila og hvað þeirra hlutverk í verkefninu. En þeir verið að tala eins og félög eins og kemur fram þá það ágætt að það sé þá bara einn forstöðumaður fyrir það félag eða þann félagskap sem svona andlit þeirra félagssamtaka. En munið hvað passið ykkur samt á því að þeir eru að sækja að þið setjið
ég mæli svo eindregið með því að ef það ekki búið að stofna kennitölu fyrir félagið þá það sé allavega að tekið fram eða látið okkur vita með það vegna þess að við erum dálítið stíf eða svona erum dálítið að ítreka það við umsækjendur að það sé sótt undir kennitölum vegna þess að annars getur styrkurinn farið á skattaframtal einstaklingsins sem sækir og þess vegna erum við svona dálítið að tala það að mæla með því að fólk sé að búa til félög kringum umsóknir sínar og það bara þá hægt að vera með félagasamtök sem að gera það. Já, svo kemur hérna spurning. Hefur uppbyggingarsjóður ekki áður veitt styrki fyrir til dæmis lagningu, göngu og hjólastíga? Það hefur verið það hefur kannski ekki verið lagningu, göngu og hjólastíga en það hefur vissulega verið veittir styrkir til verkefna sem verið að byggja upp áfangastæði. Og þá það hugsunin að þarna verið að kannski taka staði sem hafa verið hérna kannski svona sögulegi staðir eða staði sem eru merkilegir að þá hefur það verið svona hugsun sem nýsköpunargildi fyrir í ferðaþjónustu. Og við þetta á afskaplega gráu svæði en það fer eins og alltaf, það eru svo mörg verkefni og svo mjög fjölbreytt að það gæti vel verið að þau falli einhvers staðar inn í regluverkið hjá uppbyggingarsjóði og ef að þið eru með eitthvað svona sérstakt sem gæti kannski flokkast undir nýsköpun þá mætti alltaf prófa að senda inn umsókn um það fyrir gefi en ég verð að segja það bara ef ég ætla að vera alveg hérna hreinskilinn þá held ég að hjóla og göngustígar séu ekki alveg að falla að markmiðum sjóðsins en aftur mæli ég með því að það verið haft samband við atvinnuráðgjafa hvað þetta varðar. Já, hérna bent á það að Rannís með alls konar styrki og það rétt, það eru líka menningarstyrkir á vegum Rannís, það til dæmis tónlistarsjóður og sviðslistasjóður og fleiri. Það eru búin að vera miklir það búið að vera töluvert auka úthlutanir út af COVID í ár, þannig að ég legg til að það verið fylgst með þar með. Og svo spurning, hver eru helstu áherslur í ár? Það sem að ég mun skjóta alltaf áallan menningamegin að ástandið búið að vera þannig núna í samfélaginu og það kreppir verulega og við hjá skapandi fólki og þeim sem í skapandi störfum. Þannig að ég reikna með því að áherslurnar verði á nýsköpun í listum og atvinnutengingu í listum. Það eru líka áherslurnar í sóknaráætluninni, þannig að sem rauninni alltaf í gildi, það frá 2020 til 2024 og til dæmis stendur nú bara þar sem eina markmiðum í sóknaráætlun, svo ég lesi það nú bara orðrétt fyrir ykkur, að mælanleg markmið sóknaráætlana fyrir þetta tímabil að auka hlutdeild skapandi greina í menningu og lista í veltu atvinnulífsins úr 4% í 4,5%. Þannig að rauninni þetta eitthvað sem við teljum að sé eina af áherslunum verður það í ár eins og næstu ár meðan sóknaráætlun í gildi. Já, og einhverjar fleiri spurningar? Eitthvað farið að róast. Það alveg fínt, ég var nú búin að gefa okkur þetta webinar myndi vera í hálftíma og við kannski leiðum þessu aðeins að ég kannski held áfram að tala og verið að benda á, kollegi minn að tala það eru sjóðir hjá Rannís sem náttúrulega rétt, það æsku íþróttasjóður og svo náttúrulega gott með hjólastígana og hjólreiðastígana, það dett mér allt inn í hug og það náttúrulega mjög stór sjóður sem framkvæmdasjóður ferðamannastaða. Það að vísu frekar stutt síðan að það var verið að loka fyrir umsókninni þann sjóð en það að gera að fylgjast þar vel með. Og kemur spurning, getur sama aðili sóttu styrk fyrir meira en eitt verkefni? Já, það hægt og í rauninni ef að það nú oft þannig að félög að standa að mismunandi verkefnum og þá að gera að sækja fyrir hvert verkefni fyrir sig. En ef að þið eru til dæmis sýningarstaður eða safn eða eitthvað svoleiðis, þá mæli ég með því að þið setjið umsókninar eða verkefnin saman í eina umsókn.
og það bara mjög einföld ástæð fyrir því að það bara einfaldar alla vinnu og sérstaklega vinnun ykkar, að í staðin fyrir það að senda kannski inn 6 umsóknir og það þarf að vinna hverju umsókn þá 6 sinnum, þá þarf að gera 6 lokaskýrslur og þetta mikil vinna. Þannig að þá mælum við alveg fastlega með því að ef að þetta sama félagið sem að halda kannski viðburða dagskrá og hún sett inn sem ein umsókn en ekki fyrir hvert atriði fyrir sig. Það bara einfaldar lífið hjá okkur öllum til muna sko. Og við höfum nú gjarnan verið að segja það sko að við ráðgjafarnir við höfum nú ekki vald inn á fundunum til þess að segja hvort að umsóknir að fá styrk eða ekki, en þannig að við höfum gjarnan verið að við svona veitum aldrei hvernig þetta getur farið, en við höfum þó verið að segja það sko að það allavega möguleiki á að fá styrk með því að senda inn umsóknina sko. En þá kannski ekki, þetta kannski svona öðruvísi en í happdrættinu, þú veist, ef þú kaupir fleiri með þá eru meiri líkur á að þú vinnir. En það náttúrulega, nefndin fer náttúrulega yfir allar umsóknir og ef það að koma margar umsóknir frá sama aðilanum sem eru svona keimlíkar þá kannski betra og meira svona professional að hafa svona kannski saman einum pakka. En ef að þetta eru margar ólíkar umsóknir þá að gera að senda inn margar umsóknir fyrir það. Ég vona að þetta hafi svarað þessu svona þokkalega, en þetta var mjög góð spurning. Já, og Svala hérna að senda inn fleiri svör við varðandi íþróttaverkefnin. Já, og svona í framhaldi af því. Já, ég að fá skilaboð að það við erum öll SSVAF álfarnir, hún Maggi sem sem við á Vesturlandi þekkjum og held ég öll sem fórstuðmaður Markaðsstofu Vesturlands, hún að senda líka inn góða punkta. En ég kannski segi það líka að það má halda áfram að senda inn spurningar inn á spjallið, ég mun fylgjast með því svona næstu daga og það má líka senda tölvupost til okkar SSVAF, það bæði hægt að senda þá á mig og kollega minna í atvinnuráðgjöfinni og ég með sigursteinn@ssvaf.is sigursteinn@ssvaf.is og ég mun svo setja hlekki inn á Facebook og eftir þar sem að þið komist þá beint inn á síðu uppbyggingarsjóðs hjá SSVAF og þá hægt að lesa þar þá sem hafa fengið styrki undanfarin ár, úthlutunarreglur og fleira svona góðgæti sem gott að lesa. Já, það ekki koma fleiri spurningar. Þetta búið að ganga held ég alveg afskaplega vel hjá okkur núna, þannig að ég vona allir séu bara sáttir við að fá svör og hafa allir haft tækifæri til þess að senda sína fyrirspurnir og ég bara, eins og ég segi bara enn og aftur að við erum til ráðleggingar og til skrafs, við höfum rosalega gaman af því að tala svona spennandi verkefni og fyrir svona dálítið að flug kannski dálítið með okkar viðmælendum. En ég held að þetta sé bara komið gott hjá okkur, en þá þakka ég bara öllum sem að koma að horfa á og ég þakka Svölu, því hún verður í bakgrunn, Svala mín, og Maggi og henni Sædísi sem voru svona kantinum að fylgjast með og já, bara gangi ykkur vel og nú fara allir að vera skapandi, bara látum menninguna rífa okkur upp úr COVID ástandinu. Takk fyrir og lífið heil.